Já, heilir og sælir blikar nær og fjær, verið velkomin að viðtækjunum. Ég heiti Arnar Laufdal og við hlið mér situr Freyr Snorrason. Freysi, hvað segir þú gott í dag? Ég bara mjög góður, geggjað veður, svolítið kalt en fallegt veður og fáum alvöru leik hérna, fylkismenn, gott lið. Ég mjög til í þetta sko. Já, þetta verður virkilega skemmtilegur leikur. Fylki með ungt og vel spilandi lið. Búin að vera heldur flotti bara á pre-season. Já, þeir líka spila upp á eitthvað sko. Já, þeir eru að spila upp á eitthvað. Þeir verða, ef þeir vinna núna í dag, vinna okkur, þá eru þeir búin að gulltryggja þetta, komast áfram. Og ef að blikar vinna þennan leik með 2 mörkum eða meira, þá fara sér leiknismenn í 8 úrslit en ekki Fylkir. Ókei, já. Þannig Það er fullt undir á fylkismönnum. Það er fullt undir á fylkismönnum og það má náttúrulega ekki gleyma því að liðin sem eru dottin úr Lengjubikarnum, þau eru bara að spila sína seinustu keppnisleiki núna. Já, mitt. Þú vilt sko, maður myndi ímynda sér að þjálfararnir vilja gera allt sem þeir geta til þess að halda áfram leiki í þessari keppni út af því að þú vilt ekki fara aftur í einhvern undirbúningstímabilsfasa. Þetta er allavega einhverjir alvöru keppnisleiki sko. Já, algjörlega, þú veist að fólk talar oft að þetta séu bara einhver leikir en ég meina ef að Fylkir detta út í dag þá er 13. mars í dag. Já. Og Íslandsmótið byrjar eftir rúmlega mánuð eftir 22. apríl, þeir myndi ekki eiga keppnisleik í meira mánuð þannig það er mikið undir fyrir fylkismenn í dag, alveg klálega. Deildabikar, deildabikar er alltaf deildabikar en einhver boring æfingarleikur gegn Fram í Safamýri, skilju það er bara boring æfingarleikur en bikar, málmur er málmur. Málmur er alltaf málmur. Það verður að virða málminn sko. Já. Sama hvort það sé stóri eða lítill. Já, ég held með þess að ef ég held sér að fara með rétt mál en ég held með þess að FH séu dottnir út úr Lengjubikarnum. Já. Þannig þeir þurfa víst að bíða, nei alveg rétt, þeir fá sem sagt meistarana leikinn. Já, ok, þeir sleppa með meistarana. Þeir sleppa með meistarana, það sem náttúrulega bikarinn var náttúrulega ekki kláraður í fyrra þannig að Þeir endu í öðru. Þannig að það eru valur FH í meistarana. Já, einmitt. En ætlar að rúlla við liðin kannski eða? Ekki að fara í liðinu, byrjum á gestaliðinu. Já. Númer 1 í markinu fyrir Bliki, Aron Snær Friðriksson. Númer 2 Seðlabankastjórinn Ásgeir Eyþórsson. Númer 3 Unnar Steinn Ingvarsson. Númer 4 Arnór Gauti Jónsson. Númer 5 Orri Sveinn Stefánsson. Númer 6 Torfi Tímoteus Gunnarsson. Númer 8 Ragnar Bragi Sveinsson fyrirlið. Númer 14 Þórður Gunnar Hafþórsson. Númer 18 Nikulás Val Gunnarsson. 23 fyrir Bliki Arnór Borg Guðjónsson og númer 77 Óskar Borgþórsson. Bekknum eru Ólafur Kristófer Helgason, Daði Ólafsson, Hákon Ingi Jónsson, Hallur Húnið Þorsteinsson, Axel Máni Guðbjörnsson, Helgi Valur Danielsson komið tilbaka og Ómar Björn Stefánsson. Þjálfarar Fylkis eru Atli Sveinn Þórarinsson, Ólafur Ingi Stígsson og Ólafur Ingvar Guðfinnsson. Yes, fínt lið að Fylki í dag. Já, ungt og skemmtilegt lið. Þeir eru með, 1, 2, 3, 4, 5, 6 leikmenn, fædda 2000 eða yngri. Ok, það er vel gert. Fylkir er alltaf skemmtilegir og góður að spila ungum leikmennum. Já, Bórans. Í liði Blika, númer 1 í markinu Anton Ari Einarsson, númer 3 Ólafur Sigurjónsson, númer 4 Davíð Múminovic, númer 6 Alexander Helgi komið tilbaka, númer 7 fyrirliðinn Höskuldur Gunnlaugsson, númer 8 Viktor Karl Einarsson, númer 9 Tómas Mikkelsen, númer 14 Jason Dagi Svanþórsson, númer 17 Atli Rafn Andersson, númer 20 Kitty Steindós og númer 21 Viktor Örn Margeirsson. Varamenn Blika í dag eru Brynjar Atli Bragason, Eiríkur Blöndal, Tómas Bjarki Jónsson, Arnar Númi Gíslason, Benedikt Varen, Guðjón Pétur Lýðsson og Tómas Orri Róbertsson. Og þjálfarar Blika eru Óskar Rafn Þórhallsson, Halldór Árna og Jökull Ingi Elísabetsson. Já. Þetta er liðskipa. Óli P. Markmannsþjálfari líka þarna góður. Vá, þetta er... Marino í liðstjórn. Þetta er rosalegt sko. Þetta er bara snillt. Já,
fínt líka að við erum að spila sterku lið og líka bara svona við erum með svolítið svona consistency í byrjunarliðinu hjá okkur gegnum síðustu leiki sko. Óskar Dóri er búinn að vera að stilla upp svolítið. Þess að sé búinn að finna liðið sko. Já, svona. Sem að ég fíla. Já, en svona náttúrulega eru menn á meiðslalistanum. Það er nýju mennir Davíð Atlason sem kom frá Víkingi Reykjavík, hægri bakvörður. Hann hefur ekki ennþá náð að spila fyrir okkur á þessu undirbúningstímabili. Hann er að einbeita sér að Fantasy Premier League. Hann er að einbeita sér að Fantasy Premier League. Hann er, ég man ekkert í hvaða sæti hann er allavega í svona top 200 í heiminum eða eitthvað rosalegt sko. Rave Cave Dave heitir liðið hans. Geggja nafn. Finnur Orri komið tilbaka eftir að hvenær fór Finnur Orri frá okkur? Eitthvað 2013 eða eitthvað? 2013-14? Já, ekki svo leys. Það sem hann held til Lilleström, kom heim, fór í FH og svo hann fór í FH og skipti svo strax yfir í Lilleström og svo hefur hann alltaf verið í KR bara og hann er komið tilbaka, hefur ekki ennþá náð að spila. Hver eru fleiri á meiðslalistanum? Einhver fleiri eða? Ég man ekki hverju. Já, Davíð Ingvarsson alltaf. Já, hann er ekki með. Davíð Ingvarsson hann er eitthvað tæpur, hann er ekki með í dag. Mitt Binni ekki á skýrslu náttúrulega, farinn til Kristiansund. Já, mikill missir. Já, það hefur verið gaman að sjá hann í sumar sko. Mann fannst alltaf eins og hann ætti eitthvað meira inni síðast sumar sko. Já, mér persónulega dauðlangaði að sjá Binna taka allavega hálft sísón. Já, einmitt. Allavega hálft sísón í viðbót. Líka út í það, sérstaklega út í það sko, ég var að sjá, sástu ekki líka með að tímabilið í Noregi, því var bara frestað og þú veist, nú byrjar það seinna heldur en tímabilið hér á Íslandi sko. Hérna mæta liðin út af völlinn. Vá. Gaman að sjá að Alexander Helgi er kominn tilbaka eftir að vera að glíma við höfuðmeiðsli og bara ýmis meiðsli en það veit allir hversu góður hann er í fótbolta, drengurinn. Yes, geggjaður gæi. Dómarar leiksins. Á flautunni er Elías Ingi Árnason og honutulaðastofar eru Bryngeir Valdimarsson og Sveinn Tjörvi Viðarsson. Ríó Tríó. Ríó Tríó. Já, þetta það verður bara spennandi að sjá hvernig fylkismenn koma inn í leikinn. Þeir að fara að pressa okkur eða þeir að fara að verja það bara að tapa ekki með meira en 2-0. Já, það er spurning sko. Já. Sjáum mér að fyrir neðan okkur í stúkunni að hérna er Orri Hrafn Kjartansson, leikmaður Fylkis, fæddur 2002. Strákur sem kom frá Heerenveen í Hollandi síðasta sumar. Já, er hann meiddur eða? Það virðist vera, hann er í stúkunni í dag. Já. Það er rosalega fallegt veður hérna í Kópavogi. Algjör unaður að horfa út á völl. Fyrir, ég meina... Við viljum áhendur á það að sjálfsögðu grímuskylda í stúkunni, það þurfa allir að vera grímu. Muna þeir sem eru á vellinum, við erum með grímu. Það er ennþá heimsfaraldur í gangi. Já, það er rétt. Það eru Fylkismenn byrjað þennan leik. Sækja 8 af fífunni. Sækja 8 af fífunni. Yes. Blikar sækja 8 sporthúsinu góða. Þessi leikur er hún að staða. Það verður áhugavert að sjá hvort það er á. Eins og við fórum á... Herðu, hér er bara Arnór Borg komin í gegn bara eftir eitt langan. Já. Og Anton er að gera þetta mjög vel. Blikar kannski ekki alveg vaknaður. Nei. Anton Ari liggur eftir. Ok, já, þetta var... Já, við þurfum að, sko, ég fannst eins og í seinustu leikjum sem ég sá hérna á, sem voru IBVF og Fjölnir. Já. Að við duttum svolítið niður á lengjudeildar levelið þeirra, sko. Við hefum getað spólað miklu hraðar í gegnum þá. Já. Og það er fínt sem sagt að fá Fylki bara í alvöru rock og roll núna. Alvöru Pepsi-deildarslagur. Já. Já, maður nú bara í fyrra þá voru Fylkir að taka þátt í sko toppslögum. Já. Ekki oft sem maður segir að Fylkir sé að taka, að Fylkir sé í toppslagi sko, þannig. Einmitt. Áhugavert samt að sjá hvernig við skaldi flatir hérna á miðinni. Þeir voru bara með 5 manna línu þarna á miðinni. Já. Að beina, en ég meina, ok, þeir eru búin að vinna boltan. Já. Ef við förum svona yfir
yfir leikmannamál hjá Fylki. Þeir mistu Óla Skúla, hann fór að vinna fyrir KSÍ, tók held ég við 19 ára landsliðinu. Já. Hann farinn, það bara svona flottur karakter og bara vel virtur maður í Árbænum. Já. Og svo náttúrulega Valdimar Þór Ingimundarson, hann náttúrulega fór frá Fjölni til Noregs eftir mitt tímabil í fyrra. Það mikil missir. Spurning að sjá hver mun fylla skarðið hans í sumar. Já, þeir munu alltaf finna einhvern úr úrlingastarfinu örugglega bara. Jú, það þarna númer 77 hjá Fylki Óskar Borgþórsson, það strákur fæddur 2003 og ég hef heyrt frá mínu fólki í Árbænum að það leikmaður sem virkilega spennandi og bara spennandi að sjá hvort hann mun leika einhverja rullu fyrir Fylki í sumar. Einmitt. Ég sá við Jason Daða sem búinn að vera virkilega flottur og komið mikið óvart á þessu undirbúningstímabili. Kom frá Aftureldingu. Hann alltaf búinn að koma mér á óvart. Ég vissi alveg að hann væri góður en hann búinn að standa sig virkilega vel á mínum mati. Já, markið sem hann skor hann út í Fjölni var geggjað sko. Það var virkilega vel gert. Það var sko blikaskólinn 101 sko. Já. Það var bara spila og prjóna sig í gegn sko. Og svo líka markið hans gegn FH ég held að það hafi verið bara fyrsti leikurinn í lengjunni þegar hann fékk hann í teignum og spólaði sig fram í einhverjum 2-3 og... Einmitt. Herðu, Óskar maður sá að einhverjum menn voru Sjá Anton að rana var ekki strákarnir á fótbolti.net með hann í ótímabærisspánni að segja að Óskar væri alveg hættur að spila 3 manna vörn og mér sýnist þið vera að sjá heldur betur 3 manna vörnina með Oliver í miðjunni, þannig að það eru 2 pjúra varnarmenn í byrjunarliðinu. Og Anton Ari kemur mjög hátt upp á völlinn eins og við sáum mikið í fyrra. Já, ég alveg hrifinn að þessari tilraun hérna maður. Algjörlega. Sérstaklega þeir eru bara, ef við erum flexible og getum bara skipt kerfið þegar við sko föttum að þetta ekki að virka og þá var þetta bara snilld sko. En eins og þú veist, eins og við sjáum líka Jason Daða út vinstra megin og högga hinum megin, það alltaf fullt af plássi á vængjunum í þessu kerfi sko. Áhugavert að sjá Oliver í hjarta varnarinnar. Í svo líberó stöðu þarna á milli. Hann í þessari líberó stöðu sko. Milli Damir og Viktors Arnar. Elvar Freyr, hann meiddur eða hvað? Elli Helga hann var ekki með á móti IBVF en hann spilaði samt á móti Fjölni. Já, við tókum eftir því að Dóri var alltaf eitthvað að spyrja hvort það væri í lagi með hann og eitthvað svoleiðis. Já, ég man, hann var spurður af sjúkraþjálfara hvort hann ætlaði að klára leikinn og hann kláraði leikinn en óþarfi að vera eitthvað að taka einhverja áhættu með mennina í mars sko. Já, algjörlega. Það ekki eins og Blikum skorti leikmenn sko, að gera bara. Það var prófa, en sjá svæðið fyrir Jason Daða. Já, vel gert Viktor, frábær bolti. Óskar biður að fara á hann. Takk á hann. Herðu, Jason Daði. Þessi fer af Orra Svein og það í hotn. Þessi gæi, hann virðist ekki tapa boltanum í 1 og 1 stöðu sko. Hann bara, hvort hann var í fallega framhjá þeim eða ekki. Þetta bara hrikalega vel gert. Það var ótrúlega spennandi að sjá hann á Pepsi-deildaleveli og hvort hann náði að halda upp í stöðuleika á Pepsi-deildaleveli í sumar sko. Algjörlega. Sjáum við að Blikar setja bara fullt af mönnum inn á markmann. Já. Og það hotspinna. Nei, leikur áfram. Það lítur nú að vera hotspinna. Herðu, ég verð nú að setja spurningamerki við dómgæsluna þannig að þessi leit út fyrir að vera farin sko. Hver er það? Er þetta Óskar Borgþórs? Gefur hann fyrir. Alsættir Helgi gerir vel og kemur boltanum frá. Nú koma Blikarnir. Virkilega vel gert hann á fyrirliða Fylkis.
Ragnar er bara, já, gert. Hvað er hann að dæma núna? Fylgdi ekki Kitty Steindórs eitthvað eftir inn í Ragnar bara? Nýbakaður faðir, Kitty Steindórs. Óskum hann til hamingju með það. Til hamingju með það, Kitty. Og fjölskylda. Og fjölskylda. Blikarnir munu vera að reyna að þræða boltan í gegnum miðjuna í þessu leik, það er alveg ljóst. Heyrðu, Fylkir er nú bara Hvort þetta hefur verið bara Unnar Steinn? Já, þetta var Unnar Steinn. Nýjasti leikmaður Fylkismanna. Kom frá Fram. Hann var mjög góður fram í fyrra. Já. Það verður mjög spennandi að sjá að hann mun alltaf pluma sig vel í þessar pepsdeild, sko. Já, það er klart. Þetta er leikmaður sem gefur ekkert eftir, myndi ég segja. Þetta er bara svona no-nonsense, djúpur á miðju leikmaður. Algjörlega. Og hérna er hann straujaður á Atla Hrafn. Það er fyrsta spjaldið. Það er Atli Hrafn Andrason. Já, kannski, þetta var verðskulda. Já, verðskulda guld. Senast þegar við spiluðum með Fylki hérna Kópavogsvelli, þá vorum við í vínröðum búningum. Afmælis búningunum. Alveg rétt. Geggjaðir búningar. Og vinnum þann leik 4-1. Binni skoraði í opnum leik. eins og frækt er orðið. Já, eins og hans haters elskuðu að tala að hann skoraði bara úr vítum. Já. Það var alltaf að tala jú, 2 mörk, en bæði úr vítum, ekkert úr opnum leik. En það vita það allir sem horfðu á Breiðablik eru allir þarna í þvílíku vesenni. Já. Óskar náttúrulega þjálfaði alla hjá KR held ég. Já, jú, passar. Í öðrum eða 3. flokki. Þannig Óskar hefur fulla trú á alla. Hefur örugglega fengið hann til sín bara þetta hann þekkir hann bara vel sem leikmann. Algjörlega. Hann var alltaf barnastjarna og... Hann var barnastjarna, fór til Fulham. Já. Og svo bara heim til Íslands, fór í Víkinga, sótti Málm. Sótti Málm og kom hingað. Og er hérna til þess að sækja annan Málm. Það er bara svoleiðis. Elskum það. Byrjum á Lengjubikarnum. Já, við þurfum að vinna þetta. Það er Óskar Borgþórsson sem tekur hornspyrnu frá vinstri. Ekki góðu bolti. Já, hendi hana. Hendi á Orrasvein. Ég myndi nú bara segja að þetta voru 4 svona fyrstu 20... Nei, 10. Það stóð 9:20 á klukkuna, ég sagði 20. Fyrstu 10 mínúturnar. Já, algjörlega. Það kemur mér reyndar... Við náttúrulega spilum svo opið í þessu 3 manna kerfi, sko. Já. En eftir á móti þá sækjum við líka mjög vel gert. Virkilega vel gert hjá Andra. Farðu svona, drengur. Ragnar bara reyndar að gera vel gegn þessum dag. Hún var ekkert sérstaklega skemmt að Jason pakkaði hann saman hana fyrir í leiknum. Búin að svara því ágætlega. Já. Áhugavert að sjá að... Oliver er búinn að vera í smá brasi þessa fyrstu 10, sko. Já. Búinn að senda hann ítrekað út af og missa boltann og... Þurfum að fá hann svona honum í lang. Þetta er ólíkt Oliver. Já. Til leikmaður sem er yfirleitt með þessar sendingar upp á 10, sko. Algjörlega. Kannski líður hún illa að vera þarna í miðri vörninni, ég veit ekki. Hann spilaði nú eitthvað þarna í fyrra. Já. Gerir þetta nú ágætlega. En hvað? Jú, ok. Ég ætla að segja, kemur á óvart að Atli Hrafn, hann er þetta er bara pjúra kantari, en þú sér hann í dag, hann er svona vinstra megin í tígli. Einmitt. Já, það er bara... Ég meina, það er mars og það er Lengjubikar, hann er bara að gera, að prófa eitthvað nýtt. Í stað þess að fara að prófa eitthvað tímann gegn KR í Frostaskjólinu í sumar, sko. Algjörlega. Og hann spilaði líka á móti Fjölni, var hann ekki svipari, þá var hann líka svona fyrir miðju, í einhver svona 10 eða einhver svona half space
svæðum, svona Já, hann var eitthvað vinstra utarlega á miðinni, sko. Virkilega vel gert á Viktor Kall. Góð bolti Alls- þarna við Kitta, maður. Finndu svo Mikkelsen í bóksinu. Já. Já. Engin rángstaða. 1-0. Vá. Þetta var einfalt. Þetta var ekkert að smíða geimflóðar, sko. Þetta var bara... Þetta var bara Viktor Kall með frábæran bolta upp á Kitta Steindorsson með góðan bolta inn fyrir á Alexander Helga sem kom boltanum inn á Tómas Mikkelsen sem bara renndi honum í autt markið. Refurinn, Mikkelsen. Danski refurinn, maður. Danski refurinn, maður. Vá. Við þurfum að fá mikið af þessu í sumar. Já. Þetta náttúrulega nákvæmlega það sem að þriggjamanavörnin gefur okkur. Það bara, ef við komum þessum boltum bara í gegnum línurnar, Þá erum við í veislu. þá erum við í veislu, sko. Þetta var virkilega gaman að sjá frá Blikunum. Algjörlega. Nú er brekka fyrir fylgismenn. Já, nú bara bæti í. Já, algjörlega. Freysi, hvað finnst þér hérna leikmaður númer 18 Nikolás Val, hann er að spila í innanundirbuxum. Já. Gefur þú grænt á það, eða? Það var ekki að grænta það. Ég veit ekki með það. Það er kalt, en Hann verður ekki í þeim í seinni áleik, ég skal lofa því. Nei. Jason Daði er enda líka í sama skóla og Alexander Helgi. herru, hér er Óskar Borðarsson kominn í gegn. Engin rángstaða. Hraði á honum, maður. Hliðanetti, Það var þetta ekki Þórður Gunnar. var þetta Þórður Gunnar? Og boltinn komið strax aftur í Það leikinn. er maður með hraða. Já, maður sá það, hann stakk Oliver af. Veistu hvaðan Þórður Gunnar kom? Nei, hvað? Hann kom frá vestra í fyrra. Vestra? Hann kom frá ok. vestra. Hart. Það er hart, sko. Herðu, virkilega vel gert í Oliver, maður. Hann skall hrunar í hælum. Atli sett hann í vandræði með lélegri sendingu. Bara lausri sendingu. Já. Þurfum að hafa það fastar. Sjáum bekkinn í dag er Brynjar Atli fæddur 2000, Eiki Blö fæddur 2001, Tómas Bjarki held hann sé fæddur 2003, Arnar Númi 2004, Benedikt Varen, hann er 2001 model, Tómas Orri 2004 og svo gamli hundurinn GPL. Hvað er hann gamall? Hvernig er hann fæddur? Hann er örugglega fæddur 88 eða eitthvað, hann er örugglega 34 að þriggja. Já, hann er svolítið að vinna með nýtt lúk núna. Svona, hann er búinn að safna hári, Hann gæti verið í sleikt aftan, úr einhverjum Martin Scorsese mynd, sko, alveg verið mafjósa mynd, sko. búinn að taka gamla númerið að spinna. Já. Er hann komin aftur í, nei, hann er ekki komin aftur í 10. Nei, hann er í 45. Já. En fer hann ekki bara aftur í 10 að veist að Binni er farinn? Það hlýtur að vera. En svo náttúrulega ekkert vita hvað Guðjón verður í sumar, þú veist. Hvort hann sættir sig við eitthvað bekkjarhlutverk hér eða vilji vera stór fiskur í lítil tjörn annar staðar? Við vitum það, og bara allir sem fylgjast eitthvað með íslenskri knattspyrnu, Guðjón Pétur Lýðsson er ekki maður sem sættir sig við að vera á bekknum. Það er maður sem vill spila alla leiki. Það er spurning hvort að peningar tala. Já, svo er það. Hvort að peningarnir geta sett hann á bekkinn. En já, það er enda rétt. Hann vill, en ég meina, þú veist, hann fór til Stjörnuna senast sumar og hann var eiginlega bara í sömu stöðu þar. Já. Bara í lélegra liði og þannig að það er spurning hverju vilja taka hann. Ég held að hann verði hérna, ég held að hann muni sætta sig við bara, það voru hlutverk, bara koma inn á bekknum og loka leikjum og... Já, hann náttúrulega kom inn á hann á móti IBVF, var sturlaður í þeim leik. Hann bjó til þessi mörk þar, sko. Hann var bara geggjaður þar, sko. Hann var hann bara... Hann var svo quarterback bara á miðinni, sko. Já, hann var rosalur. Vel gert. Talandi, sko, Kitti Steindórs í fyrra, þú veist, talandi endurnýjun líta. Já. Kom til okkar í fyrra eftir að vera á FH, þar sem Óli Krei var að spila honum í sexunni. Sem enginn skilur af hverju. Gamli vinur okkar Óli Krei. Svo kemur hann til okkar í Óskarsboltann og hann
hætti ekki að skora á maðurinn þegar hann fékk að spila. Algjörlega. Það var gaman að sjá líka maður, hérna, sjá hann fá smá rönn á mörkum og svona, þú veist, fá smá confidence í hann aftur, sko. Bara, Það var bara lífsnauðsynlegt fyrir hann, sko. bara þegar Kitty Steindors fyrir framan markið þá bara byttu fyrir þér, sko. Og gefur þessu manni ekki pláss í teiknum, sko. Hægri fótur, hægra horn, einfalt. Já. 0-0 í áleik í Leeds Chelsea. Já, ok. Þú náttúrulega, þú ert Leeds, eða þú ert Ég nú meiri Chelsea maður. Þú ert Chelsea maður en þú hefur gaman að Leeds. Römmers og taug til Leeds, sko. Já. En erum við ekki að kontróla þessu núna eftir svona fyrstu 5 þegar við fengum það aðeins á okkur? Já, fengum hann eitt langan frá Fylki í byrjun leiks. Einmitt, einn langan í Þetta grímuna. sko, við erum svolítið bara svona einhvern veginn að bjóða upp á, við erum svolítið að bjóða Fylki bara upp á færi með lausum sendingum og einhverju svona kæruleysi. Einmitt. Fylki kannski ekki búið að vera að skapa, þeir kannski ekki búin að vera að spila í gegnum okkur. Nei, algjörlega. Svona svolítið saga, það virkilega vel gert. Tómas Mikkelsen finnir rángstað maður. Alex Ránsdæður, já. En já, það er rétt við, hérna, en mér sýnist langt, sko, Damir heldur áfram að fara út eins og hann sé hægri bakverð þegar við erum með boltan. Já. Og eins og Jason Daði sé í einhvern svona vinstri wingback en samt einhvern veginn kantmaður. Já. Þetta er gríðarlegu nýi skóli í þessum... Já, þessum fótbolta sem Óskar Dóri er að vinna með. Já. Og náttúrulega Jökull. Og Jökull. Óli P. og... Óli P. Fleiri góðir. Já, algjörlega. Ætli Óskar að vera að tala dönsku við... Ætli hann tala í dönsku við Mikkelsen, eða? Heldur Óskar sé sterkur í dönskunni, eða? Ég veit ekki, sko, ég hef ekki hugmyndið það, sko. Ég efa það. Ég var að taka viðtal fyrir .net senast að undirbúningstímabil og var í Kaplakrika. Þar var Óli Krip bara að tala dönsku við menn, sko. Já, það er hart. Bara reibrennandi, sko. Það er hart. Það er hart, sko. Já. Allir Hrafn að vinna aukaspyrnu á góðum stað. Já, já. Það er fínt að góður uppspilspunktur hérna. Og bara sjáum við Anton Ari Já, íti sér vel upp. Og Fylkir þeir eru ekki að pressa, eða svona, Nei. þeir eru ekki mikið að, það er svona, Þeir láta alveg að. annað kemur pressan á Anton. Maður kemur í bak. Maður. Já. Þetta er svolítið það sem, svona, þetta uppspil hefur upp á að bjóða, sko, þannig að þetta er aldrei víti. Nei, hann fór helvíti. Þetta er, sko, þetta Niður maður. uppspil náttúrulega getur verið rosalega flott þegar það gengur vel, sko. Já. Ef þeir spila sér gegnum þessa pressu þá væru þeir líklega komnir í yfirtölu á þeirra vallahelming, sko. Já. Og hérna, Það er svona kostur og gallar í þessu. já, en aftur á móti þá er Anton Ari komin í smá vandræði þarna. Já, já. Ok, sjáum þetta gerast, já. Þetta verður að vera fastari bolti þarna fyrir Anton Ara. Og bara nákvæmara. Ég kemur Ragnar Bragi fyrirliði Fylkis. Þetta er ekki vítaspyrna. Nei, Viktor Karl gerir vel með hreinsarmeirni utanfótasnitti. já, Unnar hefur bara sett hann auðveldlega í netið þarna hann. Þetta Ekki nú að hreinsa honum burtu, sko. Þetta er nú aukaspyrna í mínum bókum. Nú er það bara að pressa. Virkilega vel gert. Tók hann boltann eða? Já, ætlaði hann ekki að fara fyrst í mannin. Lítur að vera. Víst þetta var okkar maður, sko. Annars hefði við farið að veifa höndum, sko. Ok, Fylkismenn eru að vakna núna aðeins til lífsins eftir hérna að byrja sterkt. Núna pressa þær okkur ágætlega. Hérna við þurfum bara að standast þetta áhlaup. Já, já.
Hann áttur að boltarnir ekki alveg nógu góður hérna. Og Damir alveg skilinn eftir. Höggi skilar sér tilbaka, kemur maður í mannstað. Jú, rétt. Herri, já. Eitthvað glímaðan í gangi. Eitthvað orðaskipti. Hver var þetta? Viktor Karl og... Viktor Karl og... Þetta er Arnór Gauti Jónsson. Já. Sem kom frá Aftureldingu í fyrrasumar. Þetta er ekki Arnór Gauti Ragnarsson, fyrrum Bliki. Fyrrum Bliki og leikmaður Fylkis. Já. Hann sleit hásinn í vetur og ég man ég ræddi við Atla Svein þjálfara Fylkis eftir hvað var það? Það var úrslitin í Reykjavíkurmótinu. Þá spurði ég út í stöðuna á Arnóri Gauta og hann sagði menn voru kannski að tala maí. Ok. Svo náttúrulega talandi Mósvellinga, náttúrulega Róbert Orri Þorgeirsson, maður sem er á meiðslalistanum. Hann fékk höfuðhögg á U21 landsliðsæfingu. Einmitt. Vitum nú að höfuðmeiðslin geta nú alveg verið alvarleg, Hann er hvíldur. Hann er hvíldur. Ok. Sjáum bara mennina sem vantar í það liði okkur. Það er Finnur Orri, Davíð Atla, Davíð Ingvars, Róbert Orri. Við höfum helling inni. Við höfum allan einhver inni. Og svo er náttúrulega, við sjáum hérna aukaspinna Óskar Borgþórs lyftir þessum teg, Antoni með þetta, já. Og bara afstæða. Já, let's go. Algjörlega vel gert, Damir var strax búinn að bjóða þessu út hægra megin. Inn á höggar, lítið yfir, sjá Keta Steindórsson hinum megin. Hárrétt. Virkilega vel gert. Það gerir Kitti og þessi endar í valsbyrnu. Já. Já, svo er náttúrulega spurning með hverjum, hver mun taka skarð Binna Vilhjálms í sumar. Já. Það hefur verið að sögurnar segja að kom fram í Dóta fútból þættinu sem kom út í gær að þar var höfðinginn að tala að Blikarnir hafi boðið 2 milljónir króna í Sævar Atla, fyrirliða Leiknismanna. Einmitt. Spurning hvort að nú flautar dómarinn að Hann keyrði vel í bakið á honum sko, hann er auðvitað að geta dæmt aukaspyrnu á þetta. Og svo er náttúrulega búið að vera að ræða, náttúrulega höfðinginn talaði líka að ef að Brynjólfur færi til Kristjánsson þá væri Árni Vill helviti líklegur aftur heim í Kópavoginn. Já. Þá bara leggst maður á bæn fyrir hinn liðin sko. Það leggst maður bara á bæn. Hann er ekkert, hann var líka, Árni Vill var með eitthvað lið, hann var ekki með að klárt en eitthvað í Kazakstan. Já. Já, ok. Það eru gult spjald á bekknum. Ekki á bekknum heldur fyrir aftan markið hjá Fylki. Hann hefur sagt eitthvað ljótt, þessi drengur. Ég reyndar sé ekki hver þetta er, hvort þetta sé bara... Er þetta liðstjóri eða ég veit ekki alveg hver þetta er sko en... Þú þarft ekki að stressa það neina sko, kameran var að sýna alla fallegu blikana í stúkunni þannig að þeir sem eru að horfa á líklega að mista þessu. Hann er staðan á lappir eða hvað? Jú, var þetta Seðlabankastjórinn eða? Já, var það ekki? Já. Eða var þetta Unnar kannski eða? Já, þetta var Unnar Steinn. Ræðir málið við Elías Inga dómara. Fengi alveg högg hann á baki eða hausinn eða, sástu það? Var þetta? Já, þetta hefur verið, hnakkinn kannski bara. Já, eitthvað svoleiðis. En við hljótum að eiga boltann. Nei, ok. Langur fram, bara beint í fangi á tóna og bara afstæða.
Einn langur. Mikkelsen hefur líklega verið rángstæður þarna. Já. Tekið hann. Sáum það virkilega vel gert. Sjáum hraðan. Ragnar tæpur hann að rífa niður. Já. Hversu oft sá maður það í fyrra sumar þar sem Mikkelsen skoraði en var flaggaður rángstæður. Já, það var einum og oft fyrir minn smekk, sko. Hann var kominn með eitthvað 6 rángstöðumerk bara í fyrstu 3 leikjunum. Já, ég veit. Það sýnir náttúrulega bara hvað þetta kerfi sem Óskar er að bjóða upp á, sko, getur búið til, en menn þurfa bara að staðsetja sig rétt og vera í fókus, sko. Já. Okay. Og leysir þetta vel. Alexander Helgi ekki jafn, en Damir komið með hann þá. Spennandi að sjá hvort að Fylkisberg sem mætir. Unnar fara upp í Viktor Karl og... Nei, ok. Fínn bolti. Sjá Jónsson hérna. Svo náttúrulega spurning hvar er okkar maður Gulli Gull? Hann er ekki í skýrslu. Hann er ekki í skýrslu og ég sá hann ekki neins staðar. Það er svo góðamótinu eða eitthvað. Það gæti vel verið. Er ekki hálf þjóðin þar? Hálf þjóðin fyrir norðan. Já. Við sjáum alveg hvernig uppleggið er hjá okkur. Það er að færa boltan og svo bara fá hann inn á miðju og miðjumaðurinn reynir að setja hann langan yfir á Jason Daða sem kemst í 1 og 1 stöðu. Vitlaust innkast hjá Fylki. Verðum maður ekki að setja smá standard þarna? Hvað gerði hann? Ég sá þetta ekki. Hann bara fekk á sig vitlaust innkast. Hvort þetta var ekki Torfi Tímóteus? Jú, en ekki. Sem kom frá Fjölni. Viktor tæpur þarna maður. Virkilega velist hjá Atla og Viktori. Já. Sjá högga hérna. Viktor Karl búið að vera svolítið djúpur á miðju. Hann er eiginlega bara djúpur á miðju í þessum leik. Já, hann er bara að spila eins og Guðjón Pétur kom inn á móti IBVF. Hann er bara að dreifa á... Þetta er svona staða sem maður er ekki vanur að sjá Viktor vera í, sko. Hann var náttúrulega aðalega úti í hægra megin fyrra sumar. Hann er svona kraftmikill svona box-to-box player, sko. Já. En ég meina, hann er búinn að vera að gera þetta ágætlega núna. Já. Svo er náttúrulega... Ég er bara mjög forvitinn að sjá þegar allir eru heilir, sko, hvernig... Og ég meina að við ætlum að sækja ykkur fleiri leikmenn, hvernig okkar fyrsta lið verður í... Þegar við mætum... Hvað er ekki? KR í fyrsta leik? Jó, ég held að segja KR heima. KR heima í fyrsta leik. Það er alveg próf, sko. KR búinn að vera flottir líka. Já, og KR líka bara farið illa með okkur blika síðan... Já. Síðan Óskar tók við, sko. Virkilega. Hér er Kitty. Finnu... Mikkelsen. Brot kannski. Já, það ekki. Nei. Já, hotspinna. Jæja, hann er alveg hamrað í hann. Fínasta færi á okkur blikum. Virkilega, þetta var mjög vel spilað. Skoppaði einhvern veginn svona skringilega fyrir Mikkelsen. Það er samt, já. Þetta er nú... Leikplanið er augljóst, það er bara að reyna að koma Jasoni Daða á 1 og 1 og vinna í kringum hann, sko. Og hérna... Boltinn á teig. Hotspinna, nei. Ok. Fer á Damir áttu fyrir. Virkilega flott pressi á blikum. Hér er Viktor Karl. Rennur í tegnum. Var að höggi. Bara spila tilbaka. Byrja upp á nýtt. Ekkert að því.
niður á Viktor. Það verður gaman að sjá bræðurna spila saman í sumar. Já. Hafa þær spilað á saman eða hvað? Var eitthvað einn leikur. Eitt leikur. Eitthvað einn leikur sem við náðum að spila saman, Viktor og Finnur. Og virkilega vel gert hjá Jasoni fyrir fram að tveimur. Kitty Steindórs skalli. Sjá hvað hann góður þessi gæi maður. Virkilega fallegt í Jason dag. Var þetta ekki klobbi? Þetta var pjúra klobbi. Svo var það Kitty Steindórs sem átti skot sem var á leið framjá en Torfi Tímóteus tók enga sensa og skallaði þetta bara aftur fyrir. Algjörlega. Ég meina þetta bara, þessi sókn kemur bara út frá geggjari pressu þarna. Viktor Karl vinnur boltann og Mörderból greinilega að skila. Mörderból að skila sko. Víti? Nei, hann er rángstöðu held ég. Við allir hafna þarna fyrir innan og ræðast á boltann Dómararnir með þetta alveg á hreinu. Ég var til að sjá okkur, einmitt, hlaði hérna pressu núna, mér sýnist Fylkir ekki vera að bjóða upp á það. Já, hvað? Jú, ok. Tómas aðeins svona fín bolti þarna einhverju. Og Nikolás Val, fínasti bolti inn á teig en Anton er vakandi og heyrði þetta bara og beint í leik á Damir. Sjá mér að Fylkismenn eru snöggið tilbaka. Fínasti bolti að frá Mikkelsen en Orri Sveinn vakandi sömuleiðis. Þetta er bara pingpong, fram og tilbaka. Já, fínt að fá eitt svona leik með alvöru tempói. Þið sáðu það nú, við skelltum okkur nú í Egilshöllina seinustu helgi. Það var svolítið bara Fylkir spiluðu leik í hann eða þeir voru bara 10 fyrir aftan bolta. Nei, 11 fyrir aftan bolta og Blikarnir voru nú bara með boltan nánast allan leikinn. Hér er Jason Dagi. Enn og aftur að fara illa með Fylkismenn. Dómari. Ég sá þetta ekki nógu vel. Var þetta pjúra vítið það? Óskar Rafn og Dóri er... Já, hann er komin úr skónum og allt. Fylkismenn í stúkunni brjálæðir. Fylkismenn að láta Óskarinn heyra. Herði, þetta er hérna Þorsteinn Ragnarsson brjálæðir í stúkunni. Rottweiler hundur. Já. Þetta er líka slagurinn Rottweiler undan hljómsveitina. En við náttúrulega vitum það að Blas Rokka er kóngurinn og sá langbesti sko. Hinn er ekki séns því miður. Fínt að það mönnum sé ekki sama í þessum Lengjubikarsleikum. Algjörlega. Nei, byrju, Lengjudeildin. Nei, þetta er Lengjubikarinn. Lengjubikarinn, já, Lengjudeildin náttúrulega fyrsta deildin. Já. Óþolandi að hafa sömu nöfnin á sig sko. Lengjudeildin er eiginlega alltaf bara innkassodeildin fyrir mér sko. Já, ég er auðvitað sko. En ég meina að sjá bara hættinu sem að Jason Dagi býður upp á mig. Hann búinn að fara, 4 eða 5 sinnum þarna í gegn og bara, það er alltaf stór hætta þegar hann fær boltinn eða vinstra megin sko. Ég meina ef að Jason Dagi ætlar að vera... Heyrðu, nú er Alexander Helgi ákveðinn drengur. Ragnar bara slaka boltan. Þetta er nú bara kjörið tækifæri og mér finnst bara Alexander er bara að vera ákveðnari. Hann hefði bara getað potað honum fram hjá Seðlabankastjóranum og... Minnstakosti fengið aukaspyrnu eða víti sko. Og þá meina það var alltaf spjaldið hvort sem það er gult eða rautt. Frábær skipting hjá Nikolás Val úti vinstri á Óskar Borgþórs. Það er mér ekki brjóta á honum. Já, þetta er markspyrna. Það er búin að vera smá vandræðum hérna með. Já, þeir eru svolítið að komast upp vinstra megin þarna. Algjörlega. Hann og Þórður Gunnar er ekki. Já, þetta er já. Ég er einhvern veginn að reyna að átta mig á. Þeir eru svona að verjast í 4-4-2. Já. Og samt einhvern veginn, já. Svo datt Unnar akkurat niður þegar hann sagði þetta.
þeir verjast í 4-2 með einhvern svona smá tígul, sko. Já. Vinna seinni. Já. Já, endar alltaf Viktor Karli. Geggjaður bolti. Höggi maður. Verður að gera betur þarna. Frábærlega gert hjá Viktor Karli. Sem var að gera nýjan samning. Já, já. Við bara þökkum honum fyrir það. Takk fyrir það, Viktor. Já, takk. Leikmaður sem, eins og flesti við, var náttúrulega í Aðseta Alkmaar. Tók úlingaliðið þar. Fór svo til Svíþjóðar. Man þetta ekkert hvaða liða var, en... Nei. Mikkelsen komin í gegn. Enn og aftur. Hræðilegu bolti í Órafsveginn. Mikkelsen drengur. Virkilega vel gert hjá fyrrum Blika Aron Snæ Friðrikssoni. Já, hann var þetta vel. En við erum ánægðar að sjá hvað við erum að þröngva Fylki í erfiðar sendingar þarna hægra megin, en samt þetta boltar sem þeir eiga ekkert að klikka á. Nei. En við verðum að nýta þetta betur. Þessi verður nú bara að vera inni, sko. Algjörlega, það staðan ætti að vera að minnst 2-0 hérna. Já. En 1-0 er hún ennþá eftir að Tómas Mikkelsen skoraði hvað á 7. mínútu leiksins, eða svoleiðis. Þetta er bara virkilega gott mark. Þetta voru bara hverjar 4-5 sendingar og mark. Já, þetta var bara... Það var bara, hvað er þetta, Oliver á Viktor þræddi hann á Gíta Steindórs sem setti hann upp í horn. Fyrirgjöf, mark. Þetta var allt... Hornspyrnurnar er ekkert búin að vera frábærar. Nei, það er darradans í teignum vissulega. Og Tómas Mikkelsen með skot þarna. Svo frægi, darradansinn. Já, darradansinn góður. Stuðningsmenn beggja liða láta heyra í sig í stúkunni, það er ánægilegt. Það er harðasti kjarninu mæti núna. Já. Fylkismenn eru að spila á hérna frá marki. Þóraði ekki til lengdar og hann var fram, en... Dómarinn tekur þarna vel þátt í leiknum. Stoppaði hann að Unnastein sem var á leiðin í pressu. Já, hann bara kom með boltan, sko. Virkilega vel leist. Góð boltan. Fallega gert hjá Viktor Karli. Komið nýtt lúk. Þetta er geggja lúk. Hann var bara stuttarður í fyrra. Hann var alltaf bara með gott feit. Komið með síðar núna. Já. Þetta er svolítið svona... Þetta er grikkin í honum, sko. Já, þetta er grikkin. Þetta er ekki alveg allir Sigurjóns, en... Ég reyni að hugsa eitthvað leikmann sem er að vinna með þetta í dag. Nærðu að hugsa um eitthvað? Nei, ég sé bara gríska landsliðið 2004. Sem tóku EM? Já, sem tóku EM. Óvænt. Virkilega góð pressa á Jasoni. Já, eins og ég ætlaði að koma inn á hann, ef að Jason ætlar að vera að spila svona og að bara halda áfram að vera svona flottur, ég meina, þá býst ég ekki öðru en hann spili stóra rulli fyrir Blikana í sumar. Já, algjörlega. Ég held að hann verði alltaf... Samskiptaleysi. Samskiptaleysi á Fylkismönnum. Hvað er í gangi samt hjá Fylkismönnum? Þeir eru búin að klikka á ítrekkum og bara sendingum var mjög svona viðkvæmum stöðum allar eins og... Við þurfum að nýta þetta betur. Já, algjörlega. En já, ég held að Jason verði með fyrstu mönnum á blað, bara með hvernig hann er búinn að spila þetta undirbúningstímabil, sko. Hann er búinn að vera eiginlega bara frábær, sko. Kemur úr þessari frægu akademíu úr Mosfellsbænum. Haha, Magnús Már. Já, Maggi.net. Maggi.net. Ég vil bara til að nefna nokkra, náttúrulega Arnór Gauti 2002 sem er á miðjunni á Fylki, hann er úr Mosó líka og náttúrulega Róbert Stóri, okkar maður, og svo er það Jökull Andersson sem er að spila fyrir Exeter. Já, ég veit. Þeir bræður hérna. Já, og svo er hann náttúrulega Ísak Snær sem er hjá Norvits, eða er í láni á IA núna. Sjá, Óskar. Haldandi hann á lofti á leðlinni. Það var gæði. Óskar náttúrulega fyrir atvinnumæður, fór í hvernig segir maður þetta? Vá, Strömsgodset eitthvað, þetta er einhver stærri Nóri. Já. En ég meina líka einn leikmaður sem að... Hér er Nikolás Val. Kemur með... Nei. Sjálfsmark maður.
Já, hérna er. Leikar eru jafnir. Fylkismenn eru svoleiðis búið að taka við sér í stúkunni. Fylkismenn eru ánægðir með þetta. Þetta var ekki vel gert, þetta var neðalegt. Damir fékk hann í sig. Damir fékk hann í sig. Þeir þurfa Fylkismenn, þeir þurfa bara sjálfsmörkin til að skora. Já, svona er þetta. En ég meina, við eigum að vera allavega búin að skora 2 mörk hérna, veist. Gætum kannski svona sjálfum okkur kennt. Já, mér finnst það sko. Við erum búin að nýta þessi færi sem við erum búin að fá hérna. Jæja, 1-1. Við förum bara aftur. Fáum þetta mark á okkur alveg á hræðilegum tíma sko. Já, marka mínútan. Já. Eða hvað? Nei, aðeins fyrir. Þetta kom að 40 á annari. Já. Hann dæmir ekki eins og þetta heldur. Og svo var náttúrulega spurning líka, hefðu átt að vera búin að fá víti þegar Jason Daði var klæddur úr skónum þarna. Já. Ég meina... Bekkurinn var ekki sáttur með dómgæsluna þar, eða bekkurinn á Breiðablik þar að segja. Ég meina, ég myndi nú halda ef þú tekur mann niður í teignum með að taka hann úr skónum, ég myndi nú halda að það væri nú bara vítir. Já, svona í flestum tilfellum er það líklega það, sko. Ragnar Bragi búinn að vera helvíti fastur fyrir í þessum leik. Já. Fyrirliðinn. Gat hann ekki delt brot á þetta samt? Já, mér fannst þetta að vera svona... aukaspyrna svona í flestum tilfellum eins og það er. Það er komin hiti í Fylkismenn í stúkuna. Það er komin hiti í Fylkismenn í stúkuna. Við veitum af hverju leikur núna stopp. Elías dómari ræðir við Höskuld. Þetta er ekki Alexander. Þeir eru helviti líkir á velli. Það verður bara að viðurkennast. Þeir eru mjög líkir á velli. Það var sjálfsögðu Alexander Helgi. Myndi nú alveg þykja eitt mark núna fyrir hálfleikinn. Já. Helst frá Kitta Steindórs, ef ég mætti fá að ráða. Vá, menn í vandræðum. Arnór er góður færið þarna. Hvað er í gangi? Tóni kastar hann bara beint á Torra Tímóteus. Þetta er leikur mikill að mistaka einhvern veginn hérna aftast á vellinum. Þó að hafa einhvern veginn ekkert komið upp úr öllum þessum mistökum. Náttúrulega eins og alþjóð veit þá náttúrulega boltið sem Blika spila, þetta er áhættu fótbolti. Já, þetta er það. En þetta er partífótbolti líka. Þetta er mikill partífótbolti. Þetta er fótbolti sem fólk vill horfa á. En nú aftur er erfið sendingu úr vörningu. Herru, nú er Arnór Borg bara 1 gegn Tóna. Reynir skot á næri, ég held að Tóni hafi varið þetta en þessu er bara farið í stöngina. Já. Þetta eru erfiðar hérna... Erfiðar... Loka mínútur í fyrri hálfleik fyrir okkar menn. Já. Já, þá bara best að finna Jason og leyfa honum að fara af stað, sko. Já, það er búið að vera að virka. Já. Bara einfalt. Maður er alltaf með... Hann er bara búinn að vera að lesa þetta, hann Þórir Gunnar. Maður er alltaf með hnútinn, það er svo gaman að vinna fótbolta, maður er alltaf einhvern veginn með hnútinn í maðanum, sko. Virkilega. Sjá, Ragnar Bragi hann byrjar að lauma sig meira og meira út núna alltaf þegar boltinn kemur þarna... Í átt á Jasoni. Já, þegar boltinn líka bara kemur af Viktori, sko, inn á miðjunni. Og Ragnar Bragi er að búlja hann, sko. En... farað á hann. Finndu Jason og Jason á Ragnar Braga. Hann vilja fá hlaup frá Kitta Steindórs kannski upp í horn. Ég veit. Fýtt bolti hérna yfir. Og inn í með þetta. Nú flautar
Hann flautar Elías Ingi Árnason til hálfleiks. 1-1. Kannski ekki... Jú, ætli þetta sé ekki bara verðskuldað frá fyrir alltaf. Eða svona... Jú, líklega. Fylkismenn búin að fá slatta af færum og ég meina sem við erum búin að vera að gefa frá okkur. Við erum búin að vera að gefa frá okkur boltan og bjóðum upp á þessi færi en Mikkelsen klikkaði hann að dauða færi eftir að Orri Sveit kom með umlega sendingu tilbaka en jú, ætli þetta sé ekki bara svona eða svona kannski nokkuð verðskulduð staða í hálfleik. Jú, ég held það. Það ekki? Jú. Nú ekki bara að leyfa fólkinu að fá sér kaffi og... Jú, þurfum við ekki að fara að fá okkur kaffi líka? Það held ég. Komum aftur í seinni? Komum aftur í seinni.
Yes. Velkomin aftur að skjánum, Blikar. Við erum allavega mættir aftur, vonum að allir séu búin að ná sér í kaffi. Já, heldur betur. Við fórum niður og þú náður í kaffi, Freysi. Ég náði mér í kaffi. Ég fékk mér bara kók, það var í boði. Úff, sjá hvað að gerast hér. Það er skipting. Það sá stóri að koma inn á. Guðjón Pétur. Hver er að koma út? Er það ekki Atli? Hvað, Jason? Sýnist að vera Jason Daði sem hefur farið út á hálfleik. Við ætlum að vitum að það er allavega ekki út af framistöðu. Nei. Þessi Jason var einn besti leikmaður Blika í fyrri hálfleik. Það er örugglega bara eitthvað að vera að hvíla hann eða eitthvað. Eða hvað? Býtu, þetta er alveg Atli hann úti vinstra megin. Já, þetta er Atli úti vinstra megin. Það er bara vallaþulurinn er í ruglunu. Bjöggi vallaþulur. Það er reyndar ekki oft sem hann er í ruglinu en... Við fyrirgefum þetta. Já. Pre-season menn eru rólegir á því, sko. Sjá Gauja hana. Hann kemur þá inn í þessa stöðu sem að Viktor Karl var að leysa ágætlega í fyrra hálfleik. Já. Oliver áfram í vörninni. Já. Það er spurning hérna... Hvort það gerur Fylkir nokkuð breytingar? Nei, ég held ekki. Nei, herru Viktor Karl komin í gegn. Það er svo langur bolti. Samt sko pirrandi að vera búin að fá á okkur núna tvö mörk í tveimur leikjum eftir að halda í hreinu bara ótrúlega mikið núna senastu leikjum. Það er sant. Fylkismennur hafa fullt að keppa þannig að þeir eru mættir hérna til þess að spila upp á úrslit annað en til dæmis Fjölnir gerði í senastu leik hérna í Lengjubikarnum. En aftur erum við að tapa honum á erfiðum stað. Viktor er nú alveg með þetta. Já. Tóni leysir þetta bara ágætlega. Þarf ekkert alltaf að spila stutt. Það má líka alveg henda inn löngum fram. Algjörlega. Sýnist að Fylkir sé bara með sama lið. Bankastjórinn komin í. Já. Sjáu Seðlabankastjórinn. Klunnalegt en ég meina þetta... Mikla hrifningu fylkismanna í stúkunni allavega. Já, þetta hreif þá allavega. Já, Hauki gerir vel hérna með þér. Marspina. Spurning hvort það kjúklingarnir fá að koma inn á hjá okkur. Það sem Gauji var eini gamli undurinn á bænum. Já, mitt. Annars var elsti maður á bænum fyrir utan hann bara Brynjar Atli markmaður, 2000 módel. Já, ok. Það er náttúrulega eins og við komum á í fyrri hálfleik. Hérna, þú veist, það er margir meiddir og... Já. Það hlýtur að vera einhver ástæða fyrir því að Oliver er nú spilaður hérna í miðri vörninni, sko. Já. Klár. Þetta er nú rángstaða, myndi ég halda. Já, enn og aftur. Klikkar samt. Samt athyglisvert að þú veist að hérna Damir sé ekki látin spila þarna í miðri vörninni, sko, þú veist, með í uppspilinu, en minna Damir er búinn að vera í þessu hlutverki senstu leikjum að draga sér svona mikið út eins og hann sé hægri bakur. Já. Anton kaldur maður. Hnúturinn í maðunum sem ég kom inn á í fyrri hálfleik, það eru hjartatöflurnar á minnum á þær í fyrir sumarið. Kíkja í lyfju. Já, kíkja í eitthvað gott apótek og... Þetta er virkilega góð bolti. Viktor Karl, ég hefði nú bara viljað sjá... Ég hefði nú bara viljað sjá hann taka henni fyrsta þarna. Já. Það er svona skopp, eða svona... Kontra hann inn. Já. Já, það hefur verið fallegt. Það verður spurning hvort að menn séu verið meira í fókus svona í seinni hálfleik með í fyrri hálfleik
þú veist, bara mistök í vörninni, í sendingum, lausa sendingum og bara báðu megin, sko. Já. Hvort að menn fari eitthvað passífari inn í seinni hálfleikinn. Þeir eru brot á Atla, það er Nikolás Val sem hefur eitthvað skallað í Atla. Já. Það er spurning hvað af hverju, í Hassan Daði sem var bara besti leikmaðurinn hérna á vallarinn sinni fyrir hálfleik að hvernig hann sé tekinn út af. Kannski tæpur. Það er virkilega góð bolti frá Antoni. Heldur það verið að reyna þetta? Spurning. Jú, hann var alltaf að reyna þetta. Já, það er kannski tæpur. Óþarfi að vera að taka einhverja sénsa með... Þetta er aldrei ástæða. Mikkelsen. Hann var ekki að fara að dæma. Þetta var aldrei ástæða. Sýndist Orri Sveinn spila réttstaðan. En já, bara óþarfi ef menn er eitthvað tæpir, þá bara henda þeim út og kemur maður í mannstað. Það er nú bara mars. Já, það er reyndar rétt. Og við erum líka komnir upp úr þessu riðli. En við viljum vinna. Já. Það er ekkert leyndarmál. Diagonal yfir á Óskar Borðþór sem kassan skemmtilega niður á Torfa en það gerir Oliver vel. Já. Oliver vill, þú veist, við viljum einhvern veginn ekki fá Oliver í kapphlaup við þarna Þórð Gunnar, sko. Hann er ótrúlega snöggur, sko. Óskar Borðþórs fyrirgjöf frá vinstri, ekki góð. Þetta er rétt, hann er ógstæðið hérna. Tómas spilar á línunni, sko. Já, ég hefði samt viljað sjá Damir bara koma hann upp í miðjuna, sko, þar sem Kitty og Viktor Karl voru í ágætri stöðu til þess að fá hann, sko. Það er náttúrulega besta sem getur gerst í uppspilinu hjá okkur, er náttúrulega ef við náum að spila utan á fylkismenn á miðjunni, sko. Já. Þá opnast rosalega stórt svæði fyrir blikana. Algjörlega. Bara eins og í markinu sem við skoruðum, þó að við fengum nú upplýsingar um það að Tómas Mikkelsen var nú líklega rangstæður og fylkismenn voru að kalla eftir því. En þú veist, það voru bara boltar þvert upp völlinn. Bara sending í gegnum miðjuna, tókum einhverja 3-4 menn úr leik. Algjörlega. Og svo bara... Eina þversendingin í því playi var bara sendingin frá Alexander framhjá Arn Snæ í markinu beint á Mikkelsen sem skoraði í aukmarkið, sko. Já. Nú hlýtur Höggi að fara 1-1. Já, góð bolt hérna, já. Fyrirgjöf aðeins og hár fyrir Mikkelsen, Atli tekur við honum. Ragnar Bragi gerir þetta reyndar mjög vel. Innkast sem blikar, já. Ragnar Bragi ekki sáttur. Nei, ok, hann breytir því. Það þarf bara að kvarta. Sem er ekki boðlegt fyrir... ekki boðlegt fyrir dómara að þú með allar að kvarta bara þá færðu það sem þú vilt, sko. Já. Koma blikarnir í pressu. Já. Fínasta pressa sem... Já. Vinnumengast, vel gert, góð pressa. Virkilega góð pressa. Komið fylkismönnum í vandræði. Virkilega. Alexander Helgi spilar heldur bara svona, þú veist, hann spilar mikilvægt hlutverk í þessari pressu. Já. Og því að, þú veist, manni finnst eins og Tómas sé alltaf svolítið eftir á í þessari pressu. Já. En Alexander Helgi alveg bara æðir upp í menn, sko. En aftur er dómarinn að taka fylkismenn út úr leiknum. Það virkt að Karl kom hann í vandræði. Ef við förum aðeins, það var leikur að klárast í riðli 3 í A-deildinni í Lengjubikarnum. Keflavík rúllaði yfir Skagann, 4-1. Ok. Ég myndi nú ekki segja að það væri eitthvað
Hagnaður, segir Elías. Já, Spurning hvort hann spjaldi Damir þegar að bolti fyrir á leik. það hlýtur að vera. En vel gert þetta Damir, sko. Já. Þetta var einslega að Damir bara að klára hann, sko. Já. Vel gert hjá alla. Já, Óvæntur hann í teignum. hann er að leyfa leiknum að fljóta, sko. Hann Elías dómari. Já. En já, ég sé, ætla að koma inn á, það kemur mér svo sem ekkert stórlega óvart að... Nei, hvað er Oliver að brasa þarna aftast? Þórður Gunnar sparkaði bara í hann, ekki skallan hann, maður. Boltinn var einhvern veginn bara að flugja á honum, hann var aldrei að fara að ná kraftinum Nei. sem honum vantaði í hann að skalla, sko. Það vantaði aðeins meiri svona composure hjá Þórður Gunnar, þannig að þetta var... Bolti hjá Viktori. Þetta var... Enn áttur mikil rángstæður. Já, tæklaði hana í Aronssnæ, Morsmann. Einhver árekstur hana. Eins og ég ætla að koma inn á hann, kemur mér ekki á óvart að Keflavík hafi rúllað yfir Skagann. Skaginn hefur nú ekkert verið... Það var að senda þá niður, eða? Þeir hafa ekkert verið frábærir í seinustu leikjum. Það er 2-2 jafntefli gegn Gróttu, 2-0 tap gegn Stjörnunni, Já. 5-1 tap gegn Blikum. Þetta er nú ekkert til að hrópa húrra fyrir. Nei, það er Og ég alveg meina, rétt, sko. og ég meina þeir voru nú eiginlega bara með tapaðan leik í höndunum gegn Gróttu en þeir náðu að pota inn einu bara á 90. annari held ég, sko. Já, ég skil. Pressan enn á eftir að skila okkur. Já. En allir þarf að vera fókuseraðir í og vita hvað er að gerast í kringum sig. Maður bak, Oliver, annað vel gert. Og tilbaka, Damir. virkilega vel gert hjá Antoni að raðana. Damir að setja Anton í erfiða stöðu, Já. En hann gerir þetta vel. Já, Anton gerir þetta vel, þú veist. Jú, þótt að boltinn endaði í innkasti en gerir þetta vel að leika hana framjá Þóriði sem kom upp í pressuna. Já, algjörlega. Ekki alveg sama ógnin að Atla Hrafnu og eins og var að Jason Daða í fyrra hálfleik. Nei, Atli er meira bara svona, hann er bara að vera meira svolítið bara svona að fá hann og skila. Já, Já, svona var einhvern veginn svona alltaf svona horfði í áttamarkinu og var að taka með ná. Sjáum hvað Atli gerir núna. Finnur Viktor. Viktor Kall leikur með hann hana gegn Orra. Gauði færði yfir. Ok, já. Virkilega vel gert. Það fer að Damir biður um hann. Gíti Steindors út á högga sem tekur vel á mótunum. Ekki nóg góð bolti fyrir. Hvað gerir Guðjón Pétur í svona skot í Mikkelsen? Sem er vantilega rángstæður. Já. Hvað er hann búinn að vera oft rángstæður núna á Það er sagan endalausa. þessum 15 mínútum sem hún liðnar að setja á leika alveg endalaust rángstæður, sko. Viktor Örn búinn að vera góður í seinustu leikjum. Ég held að hann sé... Heldurðu að Viktor... Ég gæti alveg trúið að þetta verði Elvar og Viktor Örn sem verða fyrstu hafsendar í sumar, sko. Ég hafði einhvern veginn á tilfinningunni að... Nei, klaufalegt brotana hjá Viktor Karli. Hann alltaf... Spjald að vera þetta. Fannst ekki gróft, sko, eða mikið. Allan að með við hvernig hann er búinn að vera að dæma þetta. Hann er búinn að vera að dæma það, þú veist... Hann er búinn að leyfa þess að fljóta mjög mikið, sko. En já, ég myndi halda ef að þriggja hafsendalínan væri, ef allir eru heilir, þá væri Robbi, Elli og Damir, sko, Já, auðvitað Robbi, já. Ég er svona
Já. En, þú veist, hvað ætlar að koma fyrir nýja manninum Davíð Erni Atlasyni og Davíð Ingvars? Þú veist, við erum með endalaust af leikmönnum, sko. Ja, þetta er lúxusvandamál fyrir Óskar. Já. En lúxusvandamál geta orðið helvítið stór vandamál síðan, sko. Menn í þessu til að spila. Nei. Hér Arnór Borg. Sjá, minn mann Viktor Örn, glæsilegu varnarleikur þarna. Já, förum hratt á það núna. Viktor Karl, ekki góð sendingarnir og Alexander. En Mikkelsen, nei, fylgir enginn eftir. Herri Osso. Kemur Davíð með flugbrautina frægu. Já. Gefur einn lengra út á högga. Taka seinni. Hörðu. Kitty! Höggi! Og þetta er... Og Gauði liðsreynir skot með vinstri. Nei, að skora samt. Við erum búin að eiga allt og mörg færi sem við erum ekki búin að venda inn í. Þetta er... Við þurfum að nýta færin betur, það er bara þannig. Við erum að díla við sama vandamál og Augnablik. Já. Kallalið Augnablik sem við erum búin að vera að díla við hérna í seinustu leikjum. Já. Nýta þessi færi bara betur. Eru allar Aron Snær aldrei að taka þetta útsparka? Já, þannig kemur á. Maður með stóra nafnið Arnór Borg. Gudjónsson. Gudjónsson. Viktor. Herðu, er þetta nú ekki bara rautt spjald eða? Já, hann hefur verið að reyka út af, sko. Ég meina, hann sparkar bara í... Hann sparkar... Það er alveg hitti hann út í horninu á sporthúsinu. Nú á einhver að taka Viktor bara í burtu, sko. Sko... Ég meina... Hvað segja reglubækunar? Þú mátt ekki þú mátt ekki... Já. Ha, rautt á... Á Oliver? Nei, Býtu, hann setti upp rauðarspjaldið, sko. Rautt á Arnór Borg. Býtu nú við. Nei, ég meina... Það er náttúrulega bara hárrétt, ég meina Arnór... Hann bara sparkar Hann í sparkar bara í Viktor Örn, það sáu það allir á vellinum og þetta var náttúrulega bara beint í andlitið á línudómaranum, sko. Línuverðinum, segi ég. Já. En það er spurning hvað Viktor Örn gerir þarna eftir. Það býtu... Maður sjá, hér er... Ragnar Bragi farin út af. Ha? Það er áhugavert. Hann er... Hann kom bara til að stilla til friðar. Hann var maðurinn sem ýtti Viktor Örni í burtu. Og var að róa menn niður. En, ok. Býtu, Arnór Borg fær að halda áfram. Þetta er stórfurðulegt. Ragnar Bragi sem var líka bara að eiga fínasta leik hérna, sko. Já. Býtu nú við. Þetta er eitthvað skrítið. Það er alltaf engin maður að koma inn á fyrir hann, þannig að hann hlýtur að hafa reikin út af. Býtu, hann hefur bara sagt eitthvað eða... Það hlýtur að vera. Eða ítt einhverjum eða slegið eitthvað, eða ég... Sko... Ég er engu nær, sko. Herri, já, hann gerir eitthvað Oliver hérna. Séð í endursýningunni. Má ég sjá það? Hann klípur á viðkoman stað á Oliver. Það er málið, þess vegna er hann reikin út af og Arnór og Viktor Örn fá báður gult spjald. Býtu, má ég sjá það? Hann klípur í hann. Klípur sem sagt í pungin á honum. Bara svona þess að við orðum þetta hreint út og tölum hreina íslensku að hérna... Og þá var það nú mjög skiljanlegt að hann sé reikin út af. Þetta atvik gerist hérna á 61. mínútu leiksins og þá fáum við skiptingu. Beno var að koma inn á fyrir
Alexander Helga, það er... Líkar að gera breytingu á sínu liði að velli fyrir leikmann nr. 6, Alexander Helgi. Já, ég meina Alexander er nýkominn tilbaka, veist. Leikmann nr. 31, Benedikt Varg. Það þarf að varlega með hann, sko. Já. Við viljum hafa hann kláran í sumar. Algjörlega. Og Beno bara frábær leikmaður. Já. Hann kemur þá, já, hann kemur bara inn á miðjuna. Stuða Alex, það sem Alexander var. En við eigum nú að vinna Fylkismenn 10 gegn 11, sko. Það hlýtur að vera, sko. Þetta var stórfurðulegt. Hvað var Ragnar Bragi að pæla? Já, mér fannst nú bara Arnór Borg eiga að fá rauðaspjaldið hana, sko. Já, mitt. Sko, það hefði kannski ekki verið skemmtilegu leikur þegar þeir farið 2 þarna með rautt út af, sko. Sko, núna verður þetta svolítið svona eins og gegn IBVF, þetta verður svona þolinmæðisverk. Þetta verður leikur kattarins að músinu, sko. Já, Fylkir mun leikja tilbaka og það er bara spurning hvort að Blikar ná að potinn einu, sko. Já, verðum við ekki að trúa því? Já. Stóra efast að... Góð bolt. Ok, hann var rákstæður. Hann var tilbúinn flaggið hann á línuvörðurinn. Gott laup hjá Beno. Maður sjá, nú er ég ekki með þetta á hreinu. A1, aðstoðardómari 1, er það nær? Er það að segja nær okkur? Nú ert að setja mig í erfiða stöðu, sko, ég er ekki alveg viss. Ég myndi halda... Jú, hann hlýtur að sjá AD2 og AD1. AD1, hann hlýtur að sjá AD1 hlýtur að sjá skiptingar. Já, það er meistari Bryngeir Valdimarsson. Bryngeir Valdimars. Með húu. Það er bara eitthvað sem menn verða að virða. Já. Hann er ekki alveg í suma átökum á leikmenninu á vellinum, hann er... Þetta er mjög einhæf hlaup, já, sko. Og þá liggur hver eftir? Seðlabankastjórinn. Nei, hann er þarna inn í bóksinu. Þetta er Arnór Gauti sem stendur fyrir mér, þannig ég sé þetta ekki nógu vel. Er þetta Torfi Tímóteus, nú sé ég þetta ekki nógu vel. Allan liggur eitt fylkismaðurinn eftir. Ætli Sveinn og Óli Stígs taka hann ekki bara út af. Ég sé ekki hvernig þetta er sem leikur. Þetta er Þórður Gunnar. Maður er frá Ísafirði. Já. Sá gæi er að fara að halda áfram, sko. Já. Vestfirðin harka svona dótt af sér, sko. Hann kemur úr þessum Bjarna Jó skóla. Það er skóli. Það er skóli, sko. Við fengum að finna fyrir honum hérna. Það er 95 og svo 2004 og 5. Já. Vá. Taplausa sumarið góða. Já. Með var ekki doktorinn í markinu þar? Doktorinn í markinu, höfðinginn á kantinum. Kári Ársæls og Guðmann í hafsendum eða eitthvað. Var þetta ekki eitthvað hannig? Eitthvað svoleiðis, sko. Góð boltan hjá Gauja út í horn. Kitti setur hann á hægri löppina. Kemur fyrirgjöf, Mikkelsen kassar hann niður, Beno. Fínasti bolti. Kannski aðeins og innarlega fyrir Viktor Karl. Herra, við erum búin að vera sífellt tala hver eru meiddir hérna og við erum að gleyma þetta risapósti Gísla Eyjóls. Já, bara einn besti leikmaður liðsins og maður er bara að gleyma honum. Já, hann fór náttúrulega út af eitthvað... Nágranni minn. Hann fór út... Já, Kársnesi góða. Kársnesi góða. Hann fór út af gegn IBVF með eitthvað svona... Eftir eitthvað högg, sko. Það er greinilega... Sjá Óskar hana... eins og skoppar að kringla hana á hliðarlínunni. Við ætlum menn út í breytina. Hvernig gleymir maður Gísla Eyjóls? Við erum glæða nokkuð sem eru búin að hlusta sem eru bara fyrir að segja okkur við tölum ekki Gísla en... Já, við afsökum það bara. Ég meina, hvernig ætlar Óskar að koma öllum þessum mönnum inn í liðið? Það var ótrúlegt, sko.
fínt að hafa bara smá samkeppni Já, milli manna. Já, svolítið. Virkilega vel gert á Viktor Erni. Já, hann búinn að vera traustur í þessum leik. Já. Hér koma blikarnir. Já, verðum að fara hraðar á þetta samt, sko. Flott skipting að Kitta út og Damir út í hægri. Þeirra. Klippin og flengis ekki bara fyrir. Geggjaður bolti á fjær. Góður bolti. Fer í gegnum allan pakkan og Mikkelsen bara, hann var ekki mættur. Nei. Það var enn einn skiptingin. Það er Tómas Bjarki Jónsson, sýnist mér. Já. Já, Hvað? strákur fæddur 2003, miðjumaður. Já, já. Þessi, 2003, þetta maður sjá, Akademían enn og aftur að skila. hún heldur áfram að gefa La Masia Íslands. Og Atli Hrafn fyrir út af. Og Tómas Bjarki kemur inn á. Kemur hann, já, svona, Og Blikar gera hér sína þriðju skiptingu að þessu sinni það Atli Hrafn Andrason sem fer út af en í hálfleik var það Jason Daði. Í hans stað kemur leikmaður nr. 19 Tómas Bjarki Jónsson. þetta ég meina talandi unga strákar sem kom inn á, ég meina kom strákar inn á í FH, KR, William Cole Campbell, Já. fæddur 2006. Það rosalegt. Það væri reyndar grjóthart eftir 2006, hann á 15. ári. Eftir svona 6 ár, þá væri komin William Cole Campbell í íslenska landslið. Það er ljónhart, sko. Það mjög gott. Ásamt einhverjum öðrum blikum vonandi. Jú, við getum alveg stólað það, en ekki vel gert. Missa hann aðeins langt frá sér. Og markspyrna segir meistari Bryngeir. Já. Og maður með húfuna með allt á hreinu. Það er örugglega bara ágætis verk að þú alltaf að sjá Mikkelsen alltaf í hverjum finnsta leik. Já. Sjá til þess hvort það sé rángstæður eða ekki. Það er yfirvinna, sko. Það er yfirvinna, sko. Með að við allavega daginn í dag. Og senst sumar. Já. En já, þeir sem að koma á viðtækinu núna, það er Tómas Mikkelsen kom blikunum yfir snemma leiks og svo skoraði Damir Múminovic sjálfsmark. Á 40.2. Já. Og svo var Ragnar Bragi rekinn út af núna bara eftir klukktíma leik fyrir að hafa klippið í pungin á Oliver. Eða slegið hann í pungin. Svo að það sé á hreinu. Já. Og þess vegna eru fylgismenn 10 inn á en ekki 11. Og bara þetta atvikað sem, já, mér persónulega fannst bara eini maður sem átti að fjúka út það var Arnór Borg fyrir að hafa sparkað viljandi í Viktor Örn. Já, þegar boltinn var ekki í leik. Já. Já, það lyktaði á rauðu, sko. Já. En þá kemur gamla brýnið inn á. Helgi Valur Danielsson er á leiðin á. Já. Maður sem var hættur í fótbolta, kom aftur, 3 fótbrotnaði í ristinni eða eitthvað, gegn Gróttu í seinasta sumar og er mættur aftur. Yes. Mér sýnist hann alltaf að koma og loka einhverjum punkti hérna. Ná í þetta stig. Já. Það er Þórður Gunnar Hafþórsson sem kemur út af. Hann var helvítis sprækur í þessu leik. Leikmaður nr. 14 Þórður Gunnar Hafþórsson og í hans stað kemur leikmaður nr. 28 Helgi Valur Danielsson. Það er eitthvað reynslan á þessum ferli á Helga Val. Já, ég veit hvað, er hann bara komin upp á topp eða? Hann er í einhverju svona falskri nýju á hana. Fölsk sexa þarna. Já. Fýtt bolti yfir á Danvík maður. Virkilega vel gert hjá Serbanum. Gott hlaup á. Góður bolti á Damir og Beno fyrir. Ok, það er að koma opnunir í þetta. Torri Tímóteus setur út í horn. Það er að koma opnunir í þetta. Tekið stutt hérna.
Benó út á, nei Guðjón Pétur út á Viktor Karl, Guðjón aftur inn í. Kitty Steindós! Új! Var það, jú, var það ekki Kitty? Jú, hérna við. Góðu skalli þarna. Það að koma opnan rít eins og ég segi. Við hljótum að geta tróðið inn einu marki hérna þegar það eru 15 mínútur eftir þessum leik. Það er alveg bara nauðsynlegt sko. Eins og við komum inn á hann, þetta verður þolinmæðisverk Algjörlega. næsta korterið. Það er nóg eftir þessu leik. Allavega nóg til þess að setja þetta eitt mark. Maður er nú Góð bolti þarna. Og Damir með afsjóðsvæð. Új! Tómas fékk hann bara í sig, Hann já. hrökk einhvern veginn af Tómasi var á leið fjær en Aron Snær vakandi hann í markinu. Já. Ég meina ég komið með skjáskot af þessu atviki með Ragnari og Oliver og ég næ ekki hvernig Ragnari bara dettur þetta í hug. Já, með 2 dómar þarna beint fyrir framan sig sko. Bara, já, ég næ þess ekki. Og ég meina þú sem fyrirliði liðsins, ég meina í þessum leik, þar sem leikurinn má ekki tapast allavega ekki með 2 mörkum. Og ég nú kemur bara liðinu inn í vandræði með þessu, skilurðu. Þetta er alveg galinn hugsunarháttur sko. Hann virtist vera að róa menn niður þarna og ég skildi ekkert okkur að vera að reka hann út af þarna. Nei. Hann var að ýta Viktor Erni frá Arnóri Borg þegar þeir voru... Var eitthvað að kýtast hana? Já. Sjáum unga manninn Tómas Bjarka. Það er fínn bolti þarna. Benó að hóta skotinu. Damir finnur högga. Hvað gerir höggi? Skot með vinstri. Beint í Kitta Steindós. Við erum svolítið að skjóta í samherja. Það er búið að gerast óþægilega oft núna. Það er Damir. Eru íti bara Óskari Borgþórs frá sér. Fylkismenn brjálaðir. Fylkismenn vilja fá brot á þetta. Fyrir Orri Sveit skallar þetta til hliðar. Óskar Borgþórs kemur þessu frá á Arnór en Benó reynda að gera þetta virkilega vel. Finnur högga sem tekur vel á mótunum. Gauði setur hann út í vinstri á Tómas. Hvað gerir Tómas? Fyrirgjöf. Fín fyrirgjöf, Orri Sveit sparkar þessu frá og Seðlabankastjórinn bara... Þetta er orðið. Það er bara að liggja svolítið að þeim. Já, nú liggjum við vel að þeim. Fylkir eru að undirbúa skiptingu hérna. Daði Ólafs að fara að koma inn á. Áfram Breiðablik, þið eru bestir, heyrist úr stúkunni. Þér er það... Nei, Damir er nú alveg með þetta en... Það er þetta átspinna. Já, þeir eru hóttið. Þeir eru hraðir hérna fram á við. Já. Stóru skröfan hans Arnórs Guðjónssonar. Það er bara... Það er ekki að djóka að díla við það sko. Ég hitti nú Arnór á förnum vegi fyrir einhverjum 2 vikum síðan held ég og hann var búinn að segja mér að hann er búinn að vera hjá Hermann Þór held ég heitir hann, þeir eru flestir hjá honum þessir íþróttakappar, fótboltakappar á mínum aldri og einhver svona styrktarþjálfari, hlaupaþjálfari og hann er búinn að segja mér að hann er búinn að bæta sig helviti mikið í þessum hlaupum sko, hann sé orðinn miklu fljótari en hann var, hann er... Já, mitt. Hann er allavega búinn að ógna þarna. Helgi Valur, þetta er nú bara á leið í innkast nema að Torfi Tímóteus nær þess ekkert. Nei, hann hefur haldið að þetta væri þeirra bolti. En þá kemur skipting. Hjá Fylkismönnum, Daði Ólafsson.
inn á og kom nú óvart að hann byrjaði nú bara ekki hennar leik. einmitt, og Torfi Tímóteus Og Fylkir gerði breytingu á sínu liði eftir fór leikmann nr. 6, Torfi Tímóteus Gunnarsson og inn kom leikmann nr. 7, Davíð Ólafsson. Helgi Valur bara fremsti maður þarna. Það nú ekki ofta sem hann hefur spilað hann á ferlinum. Nei. Hann yfirleitt svona í sexunni, eða svona djúpar á miðju. Ætli þetta sé ekki bara upp á að hengja hann fram á hann og Arnór og Óskar vinnir svolítið í kringum hann bara. Jú, vel gert. Vel gert hjá Hauka. Það eru opnir í þessu, við þurfum bara að nýta þær og færanýtingin er bara ekki nú að vera nógu góð í þessum leik, sko. Nei, það er bara svolítið svoleiðis, hún er svolítið okkur. Ég meina þetta endur svona, þá bara getur við... Viktor Karl! Stöng og inn! Já. Hafa laglegt Viktor Karl Einarsson. Glæsilegt mark. Viktor Karl Einarsson. Stöng og inn. Damir búinn að vera með fínar sendingar svona inn á miðjuna þarna úr hægri bakvarðarstöðunni. Þetta var það sem ég var að segja á hann. Þetta yrði, eftir að Fylkir yrðu færri, þá er þetta svolítið þolinmæðisverk. Algjörlega. Það er bara... Virkilega vel gert hjá Viktori. Herra netusmjör í tækjunum. Nú það bara, þú veist... Þarna... Bara bæta við, jafnvel. Gott, vel klárað hjá Viktori þarna, sko. Stöng og inn í fjær. Já. Aron Snær átti ekki möguleika. Nei. Það eru Damir með... Já, fít skallið tilbaka. Maður sé nú ekki alveg Fylkismenn. Jó, samt eru þeir eru hættulegir hérna á köntunum. Og Arnór Guðjónsson hérna, ef við erum að fara að drulla á okkur einhvers staðar þá gætu þér alveg jafna þetta, sko, en þessum að mér myndi líða betur með 1 mark í viðbót. Já, ég meina 1 mark í viðbót frá Blikum, það sendir Leiknir Reykjavík í 8-úrslit Lengjubikarsins. Já, það er líka kannski spurningur það að Fylkir er kannski ekki að fara að taka mikla sénsa. Nei. Þeir vilja halda þessu kannski bara svona. En virkilega vel gert á Tómasi. Kitty, Tómas! Új! Fylg vassla hjá Aroni. gamla Blikanum, maður, Aron Snær. Sterk hendi þarna. Og við uppskerum hotspinnum. Sem er tekið stutt. Tómas Mikkelsen búinn að heyra hellingafærum í dag, maður. Það geti verið komið þrennuna. Það er bara svoleiðis. Þetta lyktar svolítið eins og að seinasta sumri. Já. Mikið rangstæður og svo þegar hann ekki rangstæður þá klúðrar hann, en jana, ok. Hann er alltaf að koma sér í færi. Já. Það er jákvætt ef þú ert framherji, ef þú ert alltaf að koma þér í færin. Já, það er rétt. Ungi maðurinn hérna Tómas, hann hefur bara komið fínt inn í þetta. Komið sterkur inn. Já. Oliver. Smá vandræði þarna. Ekkert sem Viktor ræðir samt ekki við. Já, vel gert þarna. Já. Hér er Hauki fyrir Kitta. Kitti á Benó. Setur hann út í vinstri á Tómas. Nógu tími. Finnur Gauja. Þræðir hann á Benó. Á fjær.
Og Damir! Og Seðlabankastjórinn bjargar hana. Það var Arnór. Gauði líklega að fara að taka nú leik hérna. Já, ok, Damir gerir það. Reynslubróti góða. Já. Damir fekk eitt gult spjald á hann hérna. Já, hann átti eiginlega að fá gult spjald. Já, hann var hann. Eftir að Elías dómari beitti hagnaðinum. Sjá nú fylgismenn taka greinilega ekkert voðalega mikil sens að þeir skilja Ásgeir Eyþórs eftir tilbaka hérna. Já. Í einhverju föstu leikadri sem þeir myndi nú líklega venjulega senda hann inn í. Já. Komið mér nú óvart að Daði Ólafs byrjaði ekki hennar leik þar sem hann var einn besti leikmaður Fylkis í fyrra. Nikolás Val með slaka fyrirgjöf. Já. Benno í fítnesstöðu hérna, gerir vel, vinnur hornið. 5 mínútur eftir pluss viðbót. Ég væri nú alveg til í eitt í viðbót. Senda leiknismenn í... Ég vil setja mína menn í Breiðholtinu í 8. úrslitin. Já. Líkan ekkert að stressa sig. Nei, þetta er svona... Með unnin leik í höndunum. Algjörlega. Helgi Valur fer ekkert í ápressuna. Nei, þeir fara ekkert mikið við mig. Þeir eru greinilega alveg sáttir við eins og erum búin að hamra á hérna. Þessi staða alveg, hún ákjósanleg fyrir Fylki. Já, eins og staðan núna Fylkir á leið í 8. úrslitin í Lengjubikarnum. Já. Blikarnir, þeir fara undefeated í gegnum riðilinn þá þetta fer svona ekki? Jú, búin að vinna alla leiki. Búin að vinna alla leiki. Það bara fínt að halda það hennig. Já. Góð bolti á Gauja, maður. Það var höggir ástæður. Fylkismenn undirbúa skiptingu hérna. Það Hákon Ingi Jónsson. Maðurinn með markanefið. Hann líka flottur target center. Já, það Fylki núna á ágætlega hættulega... Það aukast með ágætlega hættulegum stað. Já. Ég get alveg nýtt þetta, sérstaklega að Hákon er að koma inn á. Óskar Borgþórs. Labbar út af. Átt bara fínasta leik. Ágætlega hættulegur hérna. Strákur fæddur 2003. Hlýtur að vera mikið gleðiefni sem stuðningsmaður Fylkis að sjá Óla Stígs og Atla Sveinu vera að stilla upp svona ungu liði. Já, þeir hljóta að vera gefa mönnum séns. Fylkismenn hljóta að vera ánægð með það. Líka alveg skrokkur þessi Óskar. Já, með aldur. Já, með aldur sko. Já, Damir sér við þessu. Tómas brýtur hérna klaufulega af sér. Það voru 2 á 1 hérna út á kantinum. Þetta gefur Fylkismenn ágæta stöðu, sérstaklega þar sem þeir reynir færri og ég meina þeir eru ágætlega að háa þessi lið, þannig að þetta eru svona líklega bestu sénsarnir sem þeir fá núna. Það eru þessar aukaspyrnur. Já.
Klaufalegt hjá Blikum að vera að gefa þeim svona sénsa, sko. Já, það var reynsluleysi, ég getur skrifað á það. Já, Hann var hans búinn að eiga fínan leik, hann Tómas. já, hygglust. Tóni með sólinn í augun hann í markinu. Já. Oliver hann að gera virkilega vel. Erfiður bolti þarna. Þessi ungu menn, þeir eru mikið út á fótasnutunum. Arnór Borg hann að færa ekkert fyrir sinn snúð. Nei, Fyrir snúðin fræga. Arnór maður. Bæta svo eitt í viðbót, takk. Já, klukkan er að slá í 90. Já. Ekki það, ég held svo sem að Blikarnir sé ekkert að stressa sig endilega á því að bæta við öðru en Nei. Segir sér sjálft að það er betra að vinna 2-1 en að missa þetta niður í jafntefli, sko. Jú, segðu. Ég sjá svo plássið sem alltaf Tómas er með þarna hinum en já, ok. Men maður sér að þetta er svolítið svona menn er alveg sáttir við hvernig þetta er að spila, Já. sko, í bæði lið. Bæði lið. Við erum ekkert að reyna að þræða í gegn í miðunni. Þetta er bara eitthvað svona greitabolti. Þetta er bara kósí til hliðar, sko. Já, Og Fylkismenn ógnar náttúrulega ekki neitt, sko. Nei. Þú veist, í yngri pressu eða neitt, þannig að við vitum alveg hvað er að eiga sér stað. Það eru allir að bíða eftir að dómarinn flauti leikinn af, sko. spurning hvað er minn maður búinn að vera í allan dag? Jair Parfait Williams. Það er útlendingur máli hjá... Fylki, hann var hjá Fylki í fyrra. Já. Var það ekki drengur sem var í West Ham? Já, ok, ég kem að Tóma Kóan hérna, sko. Já. Ég man ekki hvort sé að fara með rétt mál. Jú, hann var að mála hjá West Ham. Já, hann á Evrópuleik held ég fyrir West Ham. Hvað Sokka ég að gera á Íslandi þá? Ég held að hann hafi komið inn á einhverjum eftir að West Ham komist í Evrópu hjá hann Dimitri Payet ævintýrið eða eitthvað. Ok. Og þeir voru held ég að sæna annan, Jordan Brown. Já, einmitt. Sá það. Fáði Jordan í dörfna, það er fínt. Fínt. Ætli Elías fer ekki bara að flauta þetta af. Fylkismennur með þess að byrja að kalla það í stúkuna að hann flauti þetta af. Þá gerir hann það. Þá flautar hann leikinn af. 2-1 sigur okkar menn. Við erum áfram Áttalega úrslitin. Áttalega úrslitin sem við mætum held ég annarkvæmt Káa eða Háká. Þeir eru að spila á eftir. Eða hvað? Háká voru að spila við Víking Ó. Hvernig fór það? Unnu 5-0. Já. Káa það bara að klára sinn leik og ef þeir tapa honum þá erum við að fara að spila við Háká í áttalega úrslitunum. Virkilega flotti sigur á grænum í dag. Já. Mörkin frá Tómasi Mikkelsen og Viktor Karl Einarssoni. Og mark Fylkis, það var sjálfsmark frá Damir Múminovic. Fínasti leikur á þessum fallega laugardegi. Já, algjörlega. Hann var svona að dróða hans úr hann eftir að Ragnar Bragi var rekinn út af. Þá bara reyndum við að tróða neinu marki og svo vorum við bara sáttu við stöðunni þetta bæði lið. Bæði lið labba svo sem ágætlega sátt út frá þessu leik. Það ekki. Ef við ekki bara þakka fyrir okkur og... Við þakkum bara kærlega fyrir okkur og... Flott til að sjá okkur á leikjum í sumar. Já.